Ó himnafaðir, hjá oss ver og hjónin ungu tak að þér, sem vinna glöð sín heilög heit, þeim hjálp og styrk og gæfu veit, segir í góðum og gamalkveðnum hjónavígslusálmi. Vil biðja ykkur öll, ekki bara Hilmar og Ellý, vel að lifa og það er ekki lítið sem þið eigi hvort annað skilið. Dagurinn í dag, hann er einn af þeim perlum sem þið eigið eftir að safna saman í framtíðinni. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elskið hvert annað, eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hvert annað. Guð blessi ráðahag ykkar, kæru vinir, og gefi ykkur að ganga þétt saman veginn sem framundan er og standa þétt saman. Hjónabandið er þó fyrst og fremst sáttmáli trúnað og heiðarleika, virðingu og ást. Það er öryggissvæði, kærleiksreitur, afmarkaður til verndar þeim sem sáttmálan gera sín á milli, og á þeim reit er okkur ætlað að styrkjast sem manneskjur, þar sem allt okkar innra líf, gleði okkar og sorgir eiga sér samastað í návist þess sem við elskum og deilum öllum hlutum með. Ég gleymi vonandi seint símtölunum sem ég átti við Hilmar í byrjun febrúar fyrir rúmu ári síðan. Mamma, ég heyri þér seinna, ég er eiginlega í heimsókn. Fyrst þá fengum við að heyra frá Ellý strák sem var búinn að koma í heimsókn nokkra daga í röð. Til hamingju með daginn, þið eru æðisleg. Óskum ykkur alls góðs í framtíðinni. Þið eigið hvort annað virkilega skilið. Bara hlusta og vera góður hvort annað. Elsku Ellý og Hilmar, innilega til hamingju með daginn. Bjarma slær snöggt á bliknandi garðinn. Sjá þau tvö, ein saman elskendurnir, ganga þarna ljósklædd hlið við hlið og vefja hvort annað öðrum handlegg sínum, en veifa hinum frjálslega í golunni. Þau ganga svo þétt saman hlið við hlið að héðan tilsýndar eru þau einn maður, nei, alhvítur fugl, mikill, hann blakar vængjum og teygir hálsinn fram og upp inn í fullsælu sem hann trúir að vari frá eilífð til eilífðar. Megi hjónabandið ykkar ávaxtast sem allra best og Guð veri með ykkur. Og í lokin, elsku Ellý, ég veit að Hilmar er í góðum höndum.